Komið sæl og velkomin á þennan fræðsluviðburð hinsegin daga þar sem fjallað regnbogavottun Reykjavíkurborgar og skólastarf. Með okkur hér í dag til þess að ræða þessi mál fulltrúi frá Reykjavíkurborg, hún Svandís Anna Sigurðardóttir, Björn Gunnlaugsson frá Laugarnesskóla og Lilja Kristín Magnúsdóttir frá Hlíðaskóla og ég heiti Hildur Heimisdóttir og mun stjórna umræðum og sjálf kennari við Hlíðaskóla líka. Og við byrjum á tveimur stuttum erindum, það Svandís Anna sem ætlar að segja frá regnbogavottun Reykjavíkurborgar og hann Björn sem ætlar að segja frá því hvað kom til þess að Laugarnesskóli sóttist eftir að fá þessa vottun og eitthvað fleira frá því. Og svo munum við ræða málin. Og má ég ekki bara bjóða þig velkomna, Svandís? Nei, ops, duttum við alveg út? Herri, ég finn þetta. Og þetta og bíu. Nei. Svona. Já, þarna var það. Bara. Herri, þetta komið. Sælublessuð, ég heiti Svandís, ég nota fornafnið hún. Ég sérfræðingur í hinsegin og kynjajafnréttismálum á mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu Reykjavíkurborgar og held sagt utan þessa regnbogavottun Reykjavíkurborgar. Þetta þetta fína logo sem við erum með, sem logo þessarar vottunar. Og mér langaði svona rétt að byrja á því að segja ykkur aðeins frá því hvað þetta af því að þetta frekar nýtt. Og svo segja ykkur frá því hvernig þetta tengist á inn í skólastarf eða getur verið nýtt inn í skóla Reykjavíkurborgar. En við fórum að pæla í því og það svolítið síðan. Það nokkur ár síðan að ég var ráðin inn á þessa skrifstofu, það nokkur ár síðan við fórum að velta fyrir okkur, hvað getum við gert meira í hinsegin málefnum, hjá borginni, klárlega þörf á því að ræða þau, klárlega þörf á því að gera starfsstaði Reykjavíkurborgar hinsegin vænni. Við sáum það á rannsóknum til dæmis frá samtökunum 78, það var svona rannsókn eða könnun sem var gerð 2014 sem sýndi það að hinsegin fólk upplifði nú alls konar miður skemmtilegt á vinnustöðum. Við sáum það líka að var rannsókn gerð á viðtalsrannsókn og nokkri starfsmenn Reykjavíkurborgar sem tóku þátt í henni, hinsegin starfsfólk sem var að lýsa sinni upplifun hjá borginni. Niðurstöður sýndu að þurfti sannarlega að bæta í rauninni bara þekkingu umræðuna og svo framvegis hjá borginni. Og sömuleiðis 2019 þá gerði hinsegin dagar könnun, voru að skoða atvinnulíf og hinsegin fólk. Þannig að það svona alls konar sem hefur sýnt það og við sem erum eitthvað að skoða stöðu hinsegin fólks, erum eitthvað að rannsaka, skoða rannsóknir, það kemur alltaf í ljós að menningin víða ekki nógu góð. Hún ekki endilega hinsegin væn eða mætti vera hinsegin vænni og það auðvitað líka við innan skólaveggja. Þannig að við fórum svona að skoða aðeins hvað við getum gert og höfðum áhuga á því að búa til eitthvað svona prógram, eitthvað ferli sem yrði aðlaðandi náttúrulega fyrir starfsstaði Reykjavíkurborgar og settum þetta upp í þetta form, svona vottunarferli. Borgin tikkar í mjög svona klassísk box sem eru víða annars staðar varðandi það hvernig svona vottunarferli fer fram. Við erum með stefnu, það löggjöf hérna á landinu sem svona gerur okkur við kannski tikkum í bók sem að starfsstaðir í Bandaríkjunum gera ekki. Þannig að það var svona ýmislegt sem við vorum með en við vildum skoða hvað við getum gert. Og bara svo að það sé sagt, þá þetta eitthvað sem í boði fyrir alla starfsstaði borgarinnar og borgin ofboðslega stór starfsstaður. Þú veist, núna í júní 2021 þá voru yfir 12.000 einstaklingar starfandi hjá Reykjavíkurborg. Og þetta á alls konar stöðum, þú veist, við erum að tala skóla- og frístundasvið, við erum með umhverfis- og skipulagssvið, velferðarsvið og svo framvegis. Það ýmislegt sem að tengist borginni. Þannig að þessi vottun í boði fyrir alla þessa starfsstaði. Þannig að hvað þetta? Eins og ég sagði, þá tikkum í þessum box. Við erum með mannréttindastefnu borgarinnar og aðgerða áætlun út frá henni. Þannig að þar erum við svona að huga að þessum breytum, kynvitund, kynhneigð, kyneinkennum og kyntjáningu og þá þeim sem eru fyrir utan normið, hvað það varðar hinsegin fólk og með einhverjar aðgerðir tengt því. Þannig að við vildum búa til einhvern svona fræðslu, svona workshop pakka og það þá þessi regnbogavottun. Þannig að þetta eru 4,5 klukkutími af svona fræðslu og vinnustofum þar sem við komum saman og þetta
útfært mismunandi eftir starfsstað. Þú veist, þegar ég fer til dæmis og tala við sundlaugar, þá bara ýmislegt sem þarf sérstaklega að ræða varðandi klefa, varðandi aðgengismál, varðandi kyngreiningu, varðandi hver má fara hvað og svo framvegis, varðandi það hver má kyssast í pottunum og hver fær skammir fyrir að gera það. Þú veist, svona mál koma upp í sundlaugum. Þannig að það þarf að ræða það sérstaklega þar. Á meðan ef ég fer síðan og að tala við innri endurskoðun, þá erum við kannski að ræða aðeins. Við getum auðvitað rætt hver að kyssast í pottunum, en það er kannski ekki svona efst á lista. En þannig að þú veist, þetta mismunandi útfærsla eftir því hvert við erum að fara með þessa vottun. Þannig að þungin, svona aðal áherslan í þessu auðvitað þessi fræðsla, þetta samtal, þessi svona vinnustofur, að fá fólk til að fatta aðeins hvað það og mjög margir sem eru svona býtu 4,5 tími að ræða hinsegin mál. Þú veist, hvað erum að fara að tala svona lengi, en það alveg á nóg að taka. Og svo þegar starfsstaður hefur farið í gegnum þetta, þá fær hann fána, hann fær bækling sem svona aðeins verið að sérsniða líka, hann í grunninn alltaf eins, en svo eru svona örfápunktar sem kannski bætast við, skólar fá aðeins meiri bækling með svona skólamiðum punktum líka, það eru svona gátlistar upplýsingar þegar fólk kemur út, ef einhver kemur út sem trans, hvað átt að gera við mannauðskerfi, hvað átt að gera við nafnspjöld og svo framvegis. Og svo plaggat sem hérna mynd af á glærunni sem svona lauflétt áminning að vera með hinsegin væna orðræðu á vinnustaðnum. Og þetta var í rauninni, við sáum bara þarna tækifæri til að skapa einhverja leið til að komast inn á vinnustæði, til að búa til einhverja svona eftirsóknarverða leið til að fá þessa vottun og koma þessari þekkingu þangað inn og reyna að gera staðina hinsegin vænni. Og við erum svona að reyna að opna augu starfsfólks fyrir því hvernig má breyta og bæta, og þetta bæði til þess að starfsandinn sé betri, það sé gott að vinna hjá borginni ef þú ert hinsegin manneskja, en líka þennan þjónustan sem við veitum, sem eins og ég nefndi sem ofboðslega fjölbreytt, að hún verði líka hinsegin vænni. Og þá svona spurning við skólana, því að ég hef svona komið inn í ýmsa skóla hjá borginni með alls konar fræðslur, þú veist, ég er búin að skapa gátlista transbörn í skólum, það hefur verið svolítið ákalla eftir upplýsingum transbörn í skólakerfinu, alveg frá leikskóla upp í grunnskóla. Þannig að mér finnst mjög gott ef við getum líka yfirfært, og við erum byrjuð á því með Laugarnesskóla núna, að nýta þessa regnbogavottun líka inn í skólana. Og það sem við erum þá að gera þar auðvitað þessi stóri fræðslupakki, og þetta svolítið það sem við erum að gera þá sérstaklega svona útfærslan þar. Við erum að skoða stöðu hinsegin barna og það sérstaklega ræðum transbörn, þar sem þekkingin kannski minni. Við erum að skoða hinsegin fjölskyldur barna líka, við erum að skoða kynjakerfið, kynjanorm, þessar rætur allra sem að svona skapa þessi normi kringum okkur. Við erum að skoða orðræðuna og hvernig við taka á henni, við æfum okkur í að segja stopp þegar einhver nemandi sem einhver starfsmaður skólans þarf að þykjast vera að nota hinsegin hugtök í neikvæðum tilgangi. Þú veist, það þarf að æfa þetta. Við erum ekkert vön því að kunna að segja stopp og svo ræða það við nemendur. Allavega mjög margir ekki vanir því. Og svo þessi umræðum hvernig við getum bætt hinseginleikunum inn í kennslu, við námið, skapa þetta hinsegin væna skólaumhverfi. Það sem ég reki mig rosalega ofta á þegar ég að fara inn í skólana og að tala við starfsfólk þar, í rauninni bara, þú veist, það skortir náttúrulega bæði þekkingu og það þarf að valdefla fólk. Af því að ef það hefur ekki þekkinguna, ef það hefur aldrei heyrt þessu hugtök eða þorir ekki að nota hugtökin, þá það ekki að fara að taka af skarið inn í kennslustofuna endilega. Það hrætt við að segja eitthvað vitlaust, hrætt við að segja eitthvað rangt og oft kannski lætur bara hlutina eiga sig. Það náttúrulega ekki það sem við viljum. Þannig að við erum auðvitað að leggja áherslu á það að fólk kannist við þessu hugtök, en fyrst og fremst að það fatti í raun hugmyndafræðina, að fatti normin, fatti forréttindastöðu sumra, jaðarsetningu annarra og geti svona rætt þetta og svona komið auga á þetta og svo kennt líka, rætt þetta í kennslu. Þannig að það svona stóra markmið með þessari regnbogavottun inn í skólastarfi og svo erum við auðvitað, þú veist, samhliða þessu. Þetta náttúrulega ekki bara eina svarið og við bara lögum allt. Þú veist, það svo margt sem þarf að gerast, eins og ég segi hérna, þetta verk í vinnslu. Þú veist, það löggjöf sem að kveður á samþættingu, jafnréttismál í skólastarfi. Þú veist, það aðalnámskrá. Við þurfum að skoða kennaramenntun, hvað gerast upp á menntavísindasviðum háskólana, hvað stefnur í gangi í skólum, öðrum sveitafélögum og svo framvegis. Það margt sem spilar saman. Þetta einn liður sem getur hjálpar og vonandi mun hjálpa.
og samhliða þessu erum við líka að reyna að búa til eitthvað efni. Við erum með hérna nokkra vefsíður hjá Reykjavíkurborg þar sem er hægt að nálgast gátlista, stuðningsáætlun fyrir transbörn í skólum, fá upplýsingar fræðslu, upplýsingar bækur og annað áhugavert efni. Þannig að þetta er svona í uppbyggingu. Og svo er svona kannski, svo ég bara viðurkenni það strax, veikilekkurinn er síðan hvernig komum við inn og höldum þessu við. Og það er það sem að verður svona næstu skref. Af því að ein fræðsla, þó hún sé kannski stór og mikil og þá kemur bæklingur, alls konar eyðublöð og leiðbeiningar hitt og þetta, þá er síðan næsta skrefið að koma þessu inn í kerfið og halda þessu við, að viðhalda þessu. Þannig að það er svona, já, það er næsta svona vinslan sem við erum að fara í núna með þessa regnbogavottun að meta hana og svo festa hana, passa að hún virki. En bara svo það sem sagt, þá er líka, hún endurnýjast að 3 ára fresti, þannig að þá kemur inn önnur fræðsla, en þar sem milli, eins og ég segi alltaf, þar sem ég fer með fræðslu, það er alltaf hægt að hafa samband, alltaf hægt að koma að spyrja, fá ráðgjöf, fá meiri fræðslu, hvað sem það er. Þannig að það er svona okkar hlutverk á minni skrifstofu og með þessa vottun. Ég ætla bara að hætta þarna og Björn getur tekið við. Ég kom ekki með glærur. Það skulle bara slökkva á þeim græjum, ekki svo? Kom ekki með neinar glærur vegna sem ég vil bara að það horfa á mig. Já, það er bara mjög gott. Nú er ég að rifja upp hvernig við gerum bara hreinlega til þess að slökkva á þessu. Bíða. Nei, ég ætlaði bara að slökkva algjörlega. Við þurfum ekki að nota meira. Við tökum bíða. Svona. Bíða gott. Ljómandi fínt. Bíða ekki ekki. Komið sæl, ég heiti Björn Gunnlaugsson og ég nota fornafni hann næstum því alltaf. Næstum því. Ég er aðstoðarskólastjóri í Laugarnesskóla og Laugarnesskóli, ef langar að segja ykkur aðeins frá þessum skóla. Hann hefur í fyrsta lagi ákveðna sérstöðu meðal grunnskólana í Reykjavík og jafnvel á landinu. Í íslenska grunnskólakerfinu, eins og við vitum flest, eru 10 bekkir, 10 árgangar og margir skólar eru heildstæðir frá 1. upp í 10. bekk og svo er mjög algengt líka að skólar séu frá 1. upp í 7. og svo séu svona unglingaskólar 8. til 10. En elstu nemendurnir í Laugarnesskóla eru elstu nemendur í Reykjavík vegna þess að okkar elsti bekkur er 7. bekkur. Og ég veit að út á Seltjarnarnesi er samskonar fyrirkomulag að þar er sem sagt yngri skólinn frá 1. upp í 7. bekk og eldri 7. til 10. Ég held að það sé ekki þannig neins staðar annars staðar á landinu. Og ástæðan fyrir þessu er augljóslega ekki einhver kennslufræði eða neitt svoleiðis. Þetta snýst eingöngu það hvað er pláss fyrir mörg börn í hvoru húsi fyrir sig. Laugarnesskóli er fjölmennur skóli. Við erum með hátt í 600 börn í þessum 6 árgangum hjá okkur og við viljum að það sé pláss fyrir þau öll. Laugarnesskóli er fjölmenningarlegur skóli. Síðast þegar ég gáði að þá áttu nemendur okkar 39 ólík móðurmál. Við erum líka réttindaskóli UNICEF sem að þýðir að skólastarfið okkar markast af og tekur mið af barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Þannig að í öllu okkar skólastarfi erum við að vinna með réttindi barnanna. Það meira að segja starfandi við skólan, sérstakt réttindaráð, þar sem að nemendur úr næstu því öllum árgangunum okkar eiga fulltrúa. 1. bekkur er einhverju hluta vegna ekki með fulltrúa, ég ætla að reyna að breyta því sem fyrst. Og þetta réttindaráð kemur saman reglulega ásamt skólastjórnendum og fulltrúum kennara og starfsfólks í ráðinu og ræðir hvernig við getum haldið áfram og viðhaldið eins og kom fram hérna áðan, viðhaldið því í skólastarfinu okkar að við séum alltaf að fókusera á réttindi allra barna í skólanum okkar. Þess vegna fannst okkur stjórnendum skólans það algjör no-brainer, svo í sletti, að þegar við fréttum af því að starfsstöðvar Reykjavíkurborgar gætu fengið vottun sem hinsegin vænir vinnustaðir, þá væri þetta bara augljóslega eitthvað sem við ættum strax að stökkva á og grípa.
600 nemendurnir okkar, þó að þau elstu séu rétt að skríða í 12 ára aldurinn á síðasta skólaári þegar við byrjuðum að vinna í að fá regnbogavottunina, og þá vissum við þegar af einum transdreng og einni transstúlku í þessum nemendahópi okkar, og ábyggilega þegar framlega stundir og þessi börn eldast, þá mun þeim tilvikum ábyggilega fjölga. Það eru líka í okkar fjölmenna starfsmannahópi, við erum með hátt í 100 starfsmenn við skólan okkar, og það eru 2 starfsmenn sem eru, segjum maður, opinberlega samkynhneigðir og eru í þannig hjónabandi eða sambandi. Ábyggilega eru kynhneigðir og kyntjáningarform starfsmannahópsins okkar líka alls konar. Þannig að við litum svo á að það væri skylda okkar að takast á við þann breytta veruleika sem að við höfum orðið vör við hérna í íslensku samfélagi bara á allra síðustu árum, góðu heilli, og það er mikið fagnaðarefni, að það er orðið samfélagslega viðurkennt að kynhneigð, kynvitund og kyntjáning fólks sé ekki bara hann, hún, heldur alls konar, og þetta litum við á sem mikilvægt verkefni að hjálpa starfsfólkinu okkar að sjá þetta og laga skólastarfið sitt að þessum veruleika. Þarna ætla ég að stoppa. Takk fyrir þetta, og það var hér sem var komið að okkur öllum. Ekki spurningar það. Erum við komin með hljóðnumar? Erum við komin með hljóðnumar? Nei? Reynir við betur? Hvað er að frétta núna? Eru við í mér á bókaðarsinu? Já. Nei, það er ekki komið. Mér. Það var að vera grænkljós. Það er rautt ljós, Nú það komum við er aftur þarna. Það er að segja mér eitthvað. Íta undir hann. Þá erum við komin með hljóðnumar. Þetta var mjög stressandi. Já, sami hér. Já, það er ykkur báðum kjörlega fyrir. Þetta var verulega skemmtilegt og fróðlegt hjá ykkur báðum, og mér langar kannski áður að við förum út í umræðuna að tengja okkur Lilju inn í þessa umræðu líka, að þess að sé 2019 þá er stofnað í Hlíðaskóla regnbogateymi í samhengi við það að það er komið transnemandi í skólann strax í 1. bekk, og það er og við sjáum fljótlega að kennarinn er nokkuð einmana í verkefninu. Svo við ákveðum að stofna teymi, og það er svona til sem sé ekki alveg í heiminu, en í ljós kom að það var meira en þörf fyrir þetta teymi. Og já, við þurfum að færa hljóðnema nær. Ég held að þetta sé það í fyrsta sinn sem ég tala ekki nógu hátt, en allt í lagi. Það er gott að upplifa eitthvað nýtt. Og já, teymið var sem sé stofnað, og mikið hefur við leitað til þessa teymis og mun meira en við áttum von á. Og þess vegna gladdi okkur. Þetta er í raun og veru skemmtistöð sem við erum komin á. Við erum með alls konar feedback og bara að reyna að hemja sig aðeins í salnum. Já, og við sáum að regnbogavottun í skólastarfi væri eitthvað sem er komið á nóttin, og kannski það sem við höfum tækifæri til að ræða hérna með þennan fjölbreytta hóp er akkúrat hvaða leiðir við sjáum fyrir okkur til þess að viðhalda. Því það er nákvæmlega þessi fræðsla sem að þú talaðir Svandís, sem er þörf fyrir klárlega og akkúrat að valdaefla starfsfólkið, og
ég hjó eftir því þegar þú varst að tala að fólki þætti þetta langt, sem ég þótti skemmtilegt. Þegar ég leið og nefndi tímann þá hugsaði ég ansela stutt. Já, sannlega. Ég sagði, nú, það bara niðursóðir. Við höfum alveg geta haldið tölvöld lengur áfram og það mér gaman að segja því að þegar við loksins gátum verið öll saman í þessari fræðslu út af Dollu, þá þurftum við í fyrstu umferð að vera í gegnum fjarfundarbúnað sem var frekar glatað. En þegar við fengum að vera saman, þá tók ég eftir því og þetta er fátítt, ég ætla að segja það, þetta er fátítt í skólastarfi að þegar það eru fundir og allir mannskapar ná að mæta og vinnudagurinn búinn klukkan 16, þá langaði marga að vera lengur og vorum með spurningar og vildu halda á gaman. Það gerist ekkert alltaf, þannig að það var greinilegt að fólkið fann þörfina fyrir bæði þessum og þetta opnaði náttúrulega mörg auðvitað fyrir mjög mörg. Annað sem mér finnst líka spennandi að við veltum vöngum yfir, svo ég seti nú svona spurningarnar í kollin á okkur. Það er einmitt þetta sko, hvað á að verða til þess að skólastofnun sæki regnbogavottun? Er nóg að stjórnendur hafi áhuga? Þarf þetta að koma úr grasrótinni og frá starfsfólkinu eða þarf þetta að vera eitthvað sem í raun og veru, nú hljómar þetta eins og fræðsla sem í raun og veru má ekki fara fram hjá einni einustu skólastofnun. Og þá hugsa maður með sér, já nei, það eru bara þeir sem vilja vera hinsegin vænir sem að verða það. Þannig að, sko, svona í henni fullkomnu veröld, hvað sjáu þið fyrir ykkur að væri leiðin til þess að koma fræðslu nú þar með regnbogavottun inn í skólastarfið almennt? Sko, skólar eru náttúrulega alls konar og skólamenning getur verið mjög mismunandi frá einum skóla til annars. Í okkar tilviki þá var ákvörðun að sækjast eftir þessari vottun tekin inn á skrifstofu stjórnenda og það var ekki að spyrja mannskapinn hvort að þau eitthvað vildu það á okkur, bara fannst þetta nauðsynlegt, það er svo mikilvægt. Og ég vona, árið 2021, ég vona að séu ekki margir íslenskir skólar sem vilja ekki vera hinsegin vænir. Vinnustæði, ég vona það. Virkilega. En svo getur þetta verið, þetta getur verið ólíkt og í einhverjum skólum vill starfsfólki kannski ekki endilega taka þátt í einhverju sem svona valdboðað að ofan. Þannig ég held að það farið dálítið eftir aðstæðum á hverju stað hver leiðin sé. Mikilvægur hlekkur í húsli sem ég er með það er að fara ógeðslega gaman. Og það skiptir ógeðslega miklu máli að sé þurru upptalningu að hlusta á og fyrirlega sem að lesa upp á fyrir mann sem stendur á læranum og að gæti þessi sjálf, heldur þetta setjum það er þáttakar, það eru umræður og maður þarf svolítið að þáttakar getur að fara í bílun af þessu skólum, horfast aðeins í augum við kannski sína eigin fordóma eða fyrir hugmyndir, það er ekki að sjá ógeðslega. Þá önnur spurningi í þessu samhengi, nú eru skólareigina inn í þessari risastóru menningu samfélagsins og oft spurning hvort þeir eru þjónustustofnun eða fræðslustofnun eða í hvaða hlutverki skólar eru og þá kemur þessi ofurspennandi hópur foreldrar við sögu og þannig að við langaði að spyrja hvernig komum þið upplýsingum að þið værið í þessu ferli til foreldra, var það þegar regnbogavottunin var komin eða var það strax í upphafi? Við erum satt þess að segja eiginlega ekki búin að vegna þess að ákvörðurinn að fá vottunina voru til sem á síðasta skólaári og aðstæður stýristjórnir í svolítið að það var ekki fyrir en bara kortir í sumarfrí sem að við lukum fræðslunni og fengum vottunina og ég er búinn að starfa nálega í skólakerfinu til þess að vita það að það lesi ekki fréttir á heimasíðu skóla á sundin. Þannig við ákveðum að bíða með þetta og við ætlum að tilkynna þetta með hópa og verkefna í upphafi nýs skólaárs. Og sáum svolítið kannski að svipað hálfum ég nefndi áðan að okkur fannst ekki ástæða til þess að leita eftir samtíð starfsfólksins okkar til þess að tækja þetta sjálfstæðarskref. Við munum bara stolt
segja fólk á hópum okkar frá því að við höfum fengið þessa hópinum, Reykjavíkska grunnskóla. Ég spyrir þig eitthvað segir þú fyrir þér að í kjölfarið á því að skólinn fengi regnbogavottun að einhvers konar fræðsla í boði fyrir foreldrahóp eða fyrir foreldrafélögin í kjölfarið eða eitthvað svoleiðis? Ég held að það er alls ekki vitlaust að gera það. Ég meina að miðla aðeins því sem er að ræða og hvað kannski til mjög máli. Og líka þegar ég var fræðslu eins og þannig að við verðum að afsaka fyrir reglum. Þetta er mjög skýrt. Þetta er lög, við erum aðnámskrá, við erum markmiðsstefna, við eigum að ræða það. Við getum útskýrt hvað og fyrir ekki og af hverju, líka ræða það. En það er sannlega eitthvað sem er gott að gera og líka þegar að koma nemendur að koma út inn í barnahópum og svo framvegis að foreldrar eru upplýstir að þessi nemendur að koma út við og að ræða það sérstaklega við þinn barnið þitt og nemendahópinn. Hér eru nokkrar upplýsingar sem þú getur verið með að nota líka. Við finnum það alveg og heyrum það við skóla að foreldrar líka oft einhvern veginn ekki með þessi hugtök, eru ekki inn í þessari orðræðu með barnunum sínum og við erum líka geta tekið þátt og stutti. Þannig að þetta er mikilvægt að þau séu líka með og upplýst og viti hvað upplýsingar það eru að fá. Já, það er kannski akkurat stóri punkturinn að vita hvað upplýsingar það eru að fá sem að kannski síðan í þessu nútímasamfélagi sem aðrar upplýsingar það er svo mikið upplýsingar þá ég ekki nóg að vita upplýsingarnar. Heldur bara maður þarf kannski að fá það eitthvað í testið til þess að þú vitir úr hverju á það velja. En bara líka að því að nefna aðstoð við þetta best að fá fræðsluna að hvaðan á svona eftirspurninni koma bara að ég mjög margar fræðslur á alls konar staði. Allavega á mínum að þetta var alltaf lykilatriði að stjórnendur séu með og styðjandi og mjög svona aktíft styðjandi. Það er þeir séu sýnilegir og við myndar mannsmyndir sem starfa saman. Það er alls svona skoðanir og pælingar og spurningar sem komu. En ef stefnan er skýr hjá stjórnendum, það hjálpar alltaf mjög mikið. Þeir verða að koma inn og koma með hugmyndafræði og í rauninni að svona leggja á borðið bara hér er það sem væri æskilegt og fyrir ykkur að stjórnendur séu með og leiðandi það sem er öllum málum. Við náttúrulega bara áður við höldum áfram að sjálfsögðu spurningur og svar ef það er eitthvað sem einhver langar að koma á framfæri eða fá frekari upplýsingar þá ég hvergi við að leggja aðeins á okkur og hún hefði sér tilbúin með lausan hljóðnum og með stökkva eins og hinda mannskýrar eða að við viljum koma einhverju á framfæri. Það er strax komin spurningar Takk. Mér langar að spyrja hvernig nálgast maður fræðsluna og er hún aðgengileg öllum skólum á höfuðborgarsvæðinu og þá líka við einkareknum skólum? Og er hún gegn gjaldi? Já, þessi spurt hvort að fræðslan sé gegn gjaldi og hvort að allir skólar líka nálgast á höfuðborgarsvæðinu eða hvort að þetta sé eins og það er skóla í Reykjavík og bara þá sem eru þá reknir í borginu eða einkareknum skóla líka. En að því hlutar í Reykjavík þá þetta gjaldfrjálst fyrir alla skóla eða vinnustæði í Reykjavík borgar. Og það sem við þurfum að gera bara að hafa samband. Þannig að mér post eða mig segja Reykjavík.is sem ég. En þetta er senda bara post og þá fyrir ferðarlega stað. Varðandi skóla eða stofnanir eða fyrirtæki utan Reykjavík borgar þá það í boði frá gegn gjaldi þar sem að málinu flækjast fyrir í það. Þegar við komum til að styrkja þessu þá vorum við ekki bara einhvern veginn fyrir ekki hjálpið alveg. Við vorum að skoða svona óttalferðli annars staðar í öðrum löndum og öðrum stofnunum og þá svo mikilvægt að bæði löggjöfin okkar eins og hún en líka að það séu stefnur og einhverjar aðgerðir í gangi hjá fyrirtækjum eða stofnunum sem að vilja fá vottun. Þannig ef það ekki til staðar þá bætist sú vinnuna ofan á í rauninni það sem að síðan Reykjavík borgar starfsstæðir að fá þessar fræðslu upplýsingar og svo framvegis.
Þannig að það svona þessi stefna að vera aðgerðis henni tengt og svo fræðslupakki. Þetta er alveg í boði og sem Reykjavíkurborgar væru gjaldir utan borgarinnar. Já, það er þannig sko að nú ég alveg að springa áhuga og sé alveg hvernig ógæðlega gaman allir skólar í borginni og leikskólar og bara öllu skólastíi væri komin með regnbogaþvottum í fyrra. En allt tekur þetta tíma og þó fresta sig ekki nema 4 tími að þá eru starfsstaðirnir margir eins og þú segir. Eru þið áætlun sko hvenær ykkur langar að allir séu komin með regnbogaþvott? Nei, bara svo ég svara því reynskilslega. Nei, þá við vildum í rauninni að byrja þess að það var tilbúið ársbyrjun 2020 og svo það var einhvern veginn kemur stopp og COVID og það var einhvern veginn fyrir bröðsuna af stað og bókastöldar fræðstöðum og svona þetta er mjög bókastöldar þetta fyrir bara að vera þannig að við erum einhvern veginn búin að vera svo mikið í starfsfólunum þetta ásamt allsfólur verkefnum þannig að núna svona aðeins að setjast í náttúrulega fólki ekki að leika hvernig þið gerðir líka og þetta náttúrulega sveiflast líka í pólitíkinni það er svona mikill vilji fyrir því að skólar og vísindasvið svona taka ekki þátt en það er ekki hægt að skylda alla, það er ekki stemming fyrir því og fyrir því þá líka út og svo erum við líka starfshóp sem að skoða kynja og sérfræðslu í skólar og vísindastarfi Reykjavíkurborgar og við komum einhverjum tillögur þannig að það verði eitthvað tengt þessu eða út frá þessari vottun og hvernig það verði nýtt þannig að þetta er eitthvað sem ég held að verði í mikil þróun fræðslan bara nú þegar hefur þróast það sem ég lærði upp með í ársbyrjun 2020 ég er búin að henda einhvern út sem að við erum að sterkja og við erum bæta öðru við nýjar og svo við komum og svo framvegis meira þessu fyrir skólana, meira þessu fyrir sundlöðuna og svo framvegis þannig að það verður í stöðri þróun það verður á þessu brjálasta flotta pappíri sem að einhvern veginn bara allir í borginni eru stefnandi fyrir þá þurfum við að ráða þess að sinnustu að þetta er stórt verkefni. Akkurat það sem ég var að hugsa sko, að því að það sem að líka sér fyrir sér nú er það svoleiðis að foreldrar og börn í Reykjavík geta ekki valið sér skóla. Þannig að þeir sem að núna horfa á streymi og hugsa með sér þarna er Björn að leysa draumaskólanum, ég vil senda mitt barn þangað, þá er það spurning að fara á fasteignamarkaðinn. Og það er eitt og sér verður kannski pínlítið sorglegt að maður þurfi að flytja til þess að komast í umhverfi þar sem er jákvætt hinsegin umhverfi í skóla. Já, en pössum okkur samt. Ég er sannfærður það að það er jákvætt hinsegin umhverfi í öllum grunnskólum Reykjavíkurborgar óháð því hvort að við megum vera með þarna regnboga í Reykjavíkurlógóinu á litla fánanum. Ég held að það sé alveg rétt. Það er alveg að leggja sér fram. Orðræðan eins og Svandís kom inn á og það er það sem við höfum tekið eftir í Hlíðaskóla að eftir að við fórum settum hinsegin gleraugun ekki bara upp heldur þetta var sjónauki að hvað okkur vantar verkfæri. Já, það er rétt. Og auðvitað, það væri æðislegt eins og þú segir ef allir leikskólarnir og grunnskólarnir væri núna búnir að fá þessa vottun og allir komnir með verkfærin, en það er líka, það er bara allra fyrsta skref. Við hvetjum með alla til þess að sækja þannig að það þurfi að ráða fleiri með Svandísi. Líka meina gaman fyrir þig? Já, að það væri fleiri að vinna með þig. Bara endilega hvetja sem flesta til þess að sækja regnbogavottum fyrir sinn stað einhvern til þess að fá þessa fræðslu. Því að það er raun og veru lykillinn. Til þess að viðhalda verkefninu. Nú vitum við það sem störfum í skólunum að fræðsla allt sem við eigum að sjá og sinna, það er ekkert lítið hana. Og tilfinningin nú komið enn eitt verkefni, enn eitt sem ég þarf að hafa við eyrað,
En eitt sem ég þarf að gæta að í orðræðu, það er nánast verið þrúandi. Og ég get sagt frá því þegar ég var í kennaranámi fyrir kvartöld, þá var dálítið oft sagt að kennari verður alltaf að hafa á bak við eyrað. Já. Aftur og aftur, kennari verður alltaf að hafa á bak við eyrað. Og ég man ég var orðin mjög pirruð og sagði ef ég þarf að hafa meira á bak við eyrað, þá er ég að hætti í þessu námi. Ef þetta bara snúast að tróða á bak við eyrað. En þessum rúmlega 20 árum síðar þá ég komin á sama stað. Kennari verður bara að hafa á bak við eyrað, ég held ég segi öðru orði. Og þetta akkurat spurningum það og hér erum við komið með heljarinnar verkefni til þess að hafa bak við eyrað og gæta það að og vera alltaf að hugsa og þá velti ég fyrir mig hvernig sýnum við börnunum að þau séu í öruggu umhverfi og mér langar svolítið að beina orðunum til þín Lilja af því að eins og ég segi við erum búin að vera með hinsegin teymið í núna 2 ár starfandi í skólanum en nefndir skólans reynast ekki að vita það. Nei, og já, ég ætla að skæra mig, Lilja Kristín heiti ég og foreldri barns í Hlíðaskóla sem kynsegin. Ég nota fornafnið hún, var það ekki hljóðnendur? Jú, ég að læra líka, svona, ásamt öllum mínum, en fyrir ekki hvað spurningin? Jú, þetta með að jafnvel þó við erum öll að Liljagerð og starfsfólki í skólanum og segjum já við erum svo rosalega hinsegin væn og við pössum upp alla hluti og svo kemur á daginn að þegar þú segir frá því að þú ætlir að sitja hér í umræðuhópi þá kemur barnið af fjöllum og segir þá er regnbogateymi í skólanum mínum? Já. En ég vil nú minna á að það búið að vera svolítið í gangi sem að hefur hindrað gríðarlega mikið alls konar starf gott og þar á meðal þetta eins og já, en ekki bak við eyrastarfi. Nei, en svo varst að tala með hvernig við sýnum börnunum að þau séu örugg. Svo ég tala bara fyrir mig, þá hefur þetta hinsegin teymi algjörlega, þegar mitt barn kemur út, svo bara einfaldlega sagt það bara bjargaði svolítið lífi mínu að vita af hinsegin teyminu í skólanum. Að það væri upplýsingar, þið voru byrjuð aðeins að standa fyrir fræðslu, vekja athygli, þetta. Ég var bara þar, ég kannski vissi ekkert sérstaklega mikið, taldi mig bara svona fordómalausa og allt þetta. En ég held að hafa eitthvað svo óbúslega gott einmitt af fræðslunni, velta upp umræðuefnunum, einmitt naflaskoða sjálfan sig, það er bara gríðarlega gott. Og þetta hefur maður alltaf ágjörð af þessum ungmennum. Það eru bara kannanir að sýna það, þau ákveðin hluti upplifir áreitni út af því að þau eru utan normsins og það náttúrulega á bara ekki að líðast eins og mín tilfinning það er bara aldrei, En mér finnst allavega hinsegin teymið óbúslega gott skref. Vottunin sannarlega. Ég er mjög gaman að hlusta og á ykkur í Launaskólanum. Út af svo litlu, það væri gaman að sjá þetta farið miklu lengra. Ég segi það ekki, en ég held að þetta sé bara allt alveg virkilega gott starf. Ef ég bara komin á þetta, því að þetta er ég heyri þetta mjög oft, bara ok, þurfum að huga þessu líka, þú veist, þetta er rosalega oft sem þetta kemur fram og líka oft þegar maður að tala svona við, kannski í kerfinu, þú veist, það er svo margt sem skólar þurfa að gera og koma að og það sem ég ræði oft við líka, þú veist, kennara og starfsfólk skóla að, þú veist, ef að nemandi er hinsegin og er ekki í hinsegin vænu umhverfi, sem að margir eru ekki í, þú veist, sá nemandi er ekki að fara að standa sig vel í ensku og starffræði og öllu hinu sem á að kenna ef honum líður ekki vel, ef hann upplifir ekki þennan stuðning, þennan skilning og að þarna séu starfsfólk og nemendur sem að styðja við hann. Þannig að þú veist, við þurfum þá að hafa þetta bak við eyrað, ég meina ef við ætlum að koma hinu til skila líka. Það er mjög mikilvægt, en svo er þetta margþætt og þetta er bara, þú veist, þetta er vinna, það er flókið að finna út úr því, bæði þurfum að samþætta þessa hluti, hinseginleikan, hinsegin málefni við bara þessa hefðbundnu kennslu og þannig, ég meina við þurfum þessa þekkingu á hinsegin málefnum og hinsegin leikanum til þess að geta samþætt
Og þetta getur verið minnsta dæmi í heimi, eins og ég nú oft tekið og tók með, þú veist, fyrir ykkur, í staðan fyrir Jón og Gunna er að fara að keyra til Akureyrar, þau fyrir á bensín og það fyrir svona marga kílómetra, hvað reiknistæmi, þú veist, Jón og Gunnar, þeir eru hjón og þeir ætla, þú veist, eða þú veist, við blöndum inn í, tökum dæmi og manneskjan er kynsegin og notar hán, þú veist, breytið bara svona litlu hlutum, skiptið, það er til einhver svona starffræði dæmi Stínu fínu sem er kisa með köku, þú veist, breytum Stínu fínu, þú veist, breytum kynntjáningunni, þú veist, það er smáatrið hér og þar sem að geta, þú veist, komið hinseginleikunum inn án þess að það sé eitthvað risastórt, en svo þarf líka þetta risastóra. Þú veist, við þurfum að sitjast niður helst í upphafi skóla og svo bara, samskiptasáttmáli bekkjarins. Þú veist, við hefum alls konar fjölskyldur, við notum alls konar fornöfn, þú veist, það eru sum orð sem við notum ekki, þú veist, og ef þau koma upp, þá tökum að því hvert einasta skipti. Þú veist, það á ekki að heyrast hommi og faggi innan skólaveggja sem eitthvað svona nema við sem að ræða hvað þýðir orðið hommi, þú veist. Men þetta er ekki eitthvað sem við fáum að nota og það á bara að vera regla. Og svo getum við tekið sýnileikadaga, sérstök verkefni, bækur hinsegin og svo framvegis. Þannig að þetta þarf bæði að vera bara almennt inn í þessu, þurfum að taka menninguna og svo líka svona sérstakar áherslur lagðar á hinseginmálefni. Og þetta er stórt verkefni auðvitað og sérstaklega fyrir kennari sem kannski hafa ekki pælt í þessu og hafa kannski ekki áhuga. Það er mikið á þá lagt líka. En til þess erum við líka að reyna að byggja upp þessa vefsíðu með ábendingum hér eru bækur sem við getum notað. Byrjið allavega á því. Þess vegna erum við líka að safna saman núna í gegnum þetta verkefni, þennan starfshóp kynja- og hinsegin-fræðslu. Hér er efni sem er hægt að nota. Og þess vegna erum við líka með starfsfólk. Þú veist, það er hægt að hóa í mig og spyrja, ég er í vandræðum, ég er með þennan bekk, hvað ég segja að gera, við erum í samtökin 78, þú veist, það eru tæki og tól. Það er bara að nota þau líka. Það er bara að nota þau, það er akkurat það. Já. Ég held að það sé alveg ofboðslega mikilvægt og mikið úrslita atriði að þessi aðstoð, að þessar bjargir séu komnar til skjalana sem eru núna. Ég nefndi áðan að það séu af tæplega 600 börnum 2 transbörn í Laugarnesskóla. Annað barni kom út á síðasta skólaári, hitt fyrir 4 árum og ég skal alveg viðurkenna það fyrir hönd skólans að það gekk betur í seinna skipti þegar við gátum fengið þessa hjálp og gátum sko bara sent einn tölvupóst og fengið gátlista. Þetta er það sem þið þurfið að hafa bak við það. Já, nákvæmlega. Og kannski sko, í draumaheiminu þá er það svoleiðis að alltaf þegar við göngum inn í kennslustofu gerum við ráð fyrir fjölbreytileikanum öllum. Já, því að það, eins og við vitum að þá eru vissulega tiltölulega miklar líkur á því að það séu í hverjum einasta bekk barn úr hinsegin fjölskyldu eða barn sem tilheyrir hinsegin samfélaginu og einn eða annan hátt. Regnboginn er allstaðar. Já, þetta er mikilvægur punktur líka og þetta er kannski hlutur sem að kennari áttar sig ekki endilega á. Nei. Að þessi normatífa umræða að tala alltaf sko hjónin, hann og hana, þetta er ósýnileg píla í hjartað á einu barni í bekknum sem á kannski 2 pappa. Og þetta er hlutur sem að er ekki eins mikið á yfirborðinu eins og til dæmis, ég nefndi áðan hérna við varum fjölmenninglegu skóli með börn af mörgum tugum þjóðerna og það er mjög sýnilegt og verður strax vart við það í skólastafurinn okkar ef einhver strákur er kallaður negraskítur þegar það fíkur í einhverjum stimpingum út á skólalega skiljiði og þá er hægt að hlaupa beint inn og taka á því vegna þess að húðlitur fer ekkert fram hjá neinum sko. Nei. Ég skal viðurkenna það líka, ég hef á mínum kennaraferli mjög oft heyrt orðræðu sem er svolítið svona þegar að ræða ungbörn eins og við erum með í Laugarnesskóla að þegar þau nota skammarorð eins og hommi, faggi eða eitthvað þar fram eftir göttunum að þá er tilhneigt til að segja þau veit ekkert hvað þetta þýðir. Akkúrat. Og leyfa sér þá að halda að þetta skipti þá einhver máli og sé bara meinlaust en það er það auðvitað ekki. Nei, og það er það sem við þurfum að horfast í augu við. Og bæði sko þetta, þú veist að einhvern veginn, þau eru ekki að meina þetta svona, þú veist, þetta er ekki það sem að þau eru ekki að tala homma þegar við notum þetta svona, þú veist, þá er náttúrulega okkar verkefni að fara og upplýsa börnunum það sem þau eru að segja og benda þeim á önnur orð sem þau geta notað þegar það fíkur í þau. En líka svolítið þessi tilhneiging að bara, við eigum ekki að vera ræðið við ungbörn,
Þú veist, það engin, við svolítið, eigum það til líka einhvern veginn að ég fæ oft símtölun og tölvupóstana eftir að barn kemur út, eftir að það kemur í ljós, eða einhver hinsegin á einhvern hátt, eða foreldrar eru hinsegin og þeir eru svona að biðja að herði þið þurfi nú aðeins að gera betur, þú veist, við erum rosa mikið í svona þessum viðbrögðum, en ekki svona í forvarnargírnum að passa að umhverfið sé gott fyrirfram og eins og þú segir þessi góða regla, gerum alltaf ráð fyrir því að það einhver hinsegin í bekknum. Jafnvel þá við vitum ekkert það, við viljum alltaf skapa umhverfið þar sem að hinsegin aðili, honum myndi líða vel inn í skólastofunni. Og þá akkurat spurningin, hvernig komum við þeim skilaboðum til barnanna að þau séu í öruggu umhverfi? Að því að, já, eins og vorum að tala áðan að ég get verið alveg brjálæðislega vel upplýst og með allt úr hreinu og ég vil öllum vel, það bara, ég hef bara ekki sagt neinum frá því. Ég hef það bara fyrir mig og þau skilaboð bárust aldrei til barnanna í bekknum. Hvað var brjálæðislega margt að baka eyra, en ég var með allt saman. Og þannig að spurningin, sko, hvað gerum við til að sýna að börnin séu í öruggu umhverfi og að við erum tilbúna til að taka þessa umræðu og að fræðslan sem fullorðna fólkið fær dagi ekki uppi sem alltaf ákveðin áhættu þáttur. Og mér langar að fá að segja ykkur frá, sko, eða tvennu, að í skóla í borginni sem ég akkurat núna man ekki hvað heitir, þá var tekin upp svo stefna að hætta að tala foreldra og hætta að tala kennara og hætta að tala allt þetta fólk og tala bara fullorðna. Og þetta svo, eftir að mig að benda á þetta svo einfaldur punktur. Þú einfaldar svo brjálæðislega mikið að hætta að segja ef þú meiðir þig þá skaltu finna skólaliða út á velli. En hvað ef það var akkurat kennari út á velli, má ég það ekki tala við hann? Eða þarf ég að vita menntun alls starfsfólksins áður ég tala við það? En leið maður segir, þú finnur bara eitthvað fullorðinn. Þá erum við búin að taka út alveg ofboðslega mikið flækjustig og á sama hátt, þegar þú ferð heim þá skaltu lesa þetta fyrir mömmu og pappa. Eitthvað sem bara næstu límt í orðaforða, dálítið margra kennara. En það þarf ekki einu sinni að benda á að við þurfum að vera hinsegin væn og það bara hérni frá tölum við fullorðna. Og þá skiptir bara engu máli hvernig þessi fullorðni aðilar skildur þér ef þú bara lest heima. Því að það er það sem var vandamálið allan tíman. Akkurat. Og hins vegar langaði maður að segja ykkur frá að það sem við gerðum í Hlíðaskóla sem reyndist vel og þar með komið á framfæri að koma með svona litla regnbogafána eins og standa hérna á púltinu. Það kom til vegna þess að ég í þessu hinsegin teymi og ég var á tímabili með mjög lítinn eyrnalokk sem var með regnbogafánan. Hann var nánast ekki sýnilegur, hann var það lítill, enda hann týndur. En það var svoleiðis að þau börn í skólanum sem ég vissi að tilheyrðu hinsegin fjölskyldum, það brást ekki, hvort sem ég kendi þeim eða bara, þau voru bara þarna einhvers staðar. Einhvern tímann voru þau komin til mín og segði, flottur eyrnalokkur. Þau spottuðu þetta var nánast ósýnilegt dót, sem ég var bara svona með fyrir mína sjálfsmynd og hélt að enginn myndi sjá. En þau sáu þetta í mílufjarlægð og þurftu að finna leiðina til að segja, hei, ég veit í hvað liði þú ert í mínu liði. Þannig að út frá þessu þá ræddum við það í teyminu hvað við getum gert og ákvaðum að bjóða upp á, þá kemur þetta með vald, sko, hvaðan kemur valdið, bjóða upp á að hafa regnbogafána í skólastofu eða hafa transfána í skólastofu. En ekki segja, hér eru regnbogafánar sem núna eiga að vera í öllum skólastofum í þessum skóla því við erum svo vel upp dregin og almennileg. Heldur, sko, þú þarft að koma og sækja fánan og ef þú ákveður að hafa fána í þinni kennslustofu, þá ertu með skilaboð. Leið og það komin regnbogafáni í kennslustofuna, þá eru skilaboð komin til barnahópsins. Ég tilbúin að taka við spurningum hinseginleikann. Ég tilbúin að svara þeim, ég tilbúin að leita upplýsinga ef ég veit ekki svarið.
Ég er tilbúin til að vera með þér í liði og ég mun ekki láta neikvæða orðráðu viðgangast í minni kennslustofu. Og þessi skilaboð sendum við árlega. Veist, þið sem eru með fánan í stofunni, bara rétt að minna á af hverju þið eru með hann. Þannig að ég hendi þessu nú bara svona til ykkar til þess að deila reynslu. Já, takk, þetta er alveg brjálæðislega flott hugmynd, hún er eiginlega svo góð að ég ætla að þykjast að fengja hana sjálfur. Í Laugarnesskóla gerum við alls konar hluti og við gerum suma hluti sem við erum svolítið stolt af og finnst svolítið cool og töff, og eitt af því sem að við erum svolítið ánægð með hjá okkur sjálfum er aftur þessi fjölmenningar leiki sem að það, ja, þið vitið hvað ég meina, fyrir utan allar kennslustofur í skólanum, allar bekkjarstofur eru þjóðfánar. Okay. Reyndar, og það sem að mér fannst strax skrítið, sko, það er fyrir utan eina kennslustofan er kannski hollenskur fáni og svo Jamaica og Guinea-Bissau eitthvað svoleiðis, sko. Íslenski fánin er hvergi, sko, það er svolítið gert ráð fyrir, bara hann sé hann einhvers staðar í bakgrunnum. Við fórum einmitt að ræða þetta í Laugarnesskóla þegar við lukum loksins kortir í sumarfrí fræðslun okkur og fengum vottunina. Ættu við kannski að taka þetta skref? Ætti kannski að vera regnbogafáni allstaðar, á öllum bekkjarstofum, vegna þess að við gerum bara ráð fyrir því að það geti bara meir en verið og sé líklegra en ekki að í hverjum einasta 20 og eitthvað nemenda bekk sé einhvers konar hinsegileiki á einhverjum heimilum. Það hlýtur eiginlega að vera. Hlýtur eiginlega að vera. Já. Þannig að við höfum verið að velta þessu fyrir okkur, við svo sem komumst ekki að niðurstöðu fyrir sumarfrí, en þetta er eitt af því sem við erum að velta fyrir okkur. Því að þessi sýnileiki er svo ofboðslega mikilvægur. Þetta er tvennt að mínum mati sem að við þurfum ofboðslega mikið að passa okkur á. Það er annars vegar þessi sýnileiki sem að Svandís kom inn á, að við bara notum stundum dæmi í kennslun okkar fjölskylduform eða hjónabönd eða eitthvað slíkt sem eru ekki þarna gamli standardinn, vegna þess að það þarf kannski ekki meira en bara það að sé nefnt í kennslustund, að í einhverju fjölskyldu sem við erum að ímynda okkur í einhverju verkefni séu tvær konur sem eru hjón. Það þarf kannski ekki meira en það til þess að bæði barnið í bekknum sem á kannski einhvers konar hinsegin fjölskyldu og líka hinn upplifa, það er rétt, fjölskyldur eru alls konar. Þannig að sýnileikinn algjörlega og svo hitt sem að tók kostinu líka, að reyna að hreinsa normið út úr orðaðinu. Við reynum að venja okkur af þessu pappa og mamma endalaust. Af því að stundum er það bara pappi. Eða pappi og pappi, eða pappi, mamma og afi. Eða amma, eða... Það er svo, eins og segir, fjölskyldunar eru svo brjálæðislega fjölbreyttar. Já. En það er kannski sem að við náum því mér ekki, ég held sko, ef við tækjum okkur 5 tíma, eða 4 þá værum við eiginlega að finna lausnir á bara öllum helstu vandamálum. En því miður fengum við ekki nema klukkutíma, náttúrulega allt of stutt til þess að leysa heimsins mál. Má ég skjóta henni? Já, kveiktu þá á hljóðuna. Ég er bara svona forvitinn með, þetta er spurning þín Svandís, hvort einhver önnur sveitarfélög hafi eitthvað haft samband við Reykjavíkurborg og til þess að spyrja ykkur út í þessi regnbogavottun og jafnvel viljað þú veist, taka hann upp hjá sér eitthvað þannig og hafa leitað þess svona til ykkar. Mér finnst það ekki nægilega eðlilegt allavega að ég verið einhverju sveitarfélagi út á landinu til dæmis. Nei, ég veit ekki til þess, það hefur ekkert komið inn til mín. Ég veit náttúrulega að það einhver sveitarfélög sem eru auðvitað að fá fræðslu frá Samtökunum 78 og bæði það fyrir starfsfólk og nemendur, þannig að það er svo sem í gangi einhver staðar. En eitthvað svona vottunarferli, einhver svona stærri pakki, þá er það ekki. En bara svo að það sé sagt, það er hvergi annar staðar, hvorki hjá ríki eða sveitarfélögum, þar sem er einhver starfandi sérstaklega hugað hinsegin málefnum. Þannig að það náttúrulega svolítið líka grundvallar atriði, við þarf kerfið að taka við sér og leggja áherslu á þessi málefni, á þennan málaflokk og þá, ég meina, við höfum gert miklu meira síðan að að ég var ráðin inn í þetta hlutverk, inn í þetta starf
á þessu skrifstofu heldur við gerðum áður. Þú veist, það mörg verkefni. Ég endalaust að tala klósett. Það bara hefur verið bara aðalmálega dagskrá hjá mér síðustu ár, en sem frábært. Þú veist, þá hefur þetta verið að dagskrá og auðvitað það bara einhver svona einbirtingamynd af miklu stærra dæmi, þú veist, að ræðum hinsegin-málefni. En þú þarft að vera með fólk til þess að vinna þetta. Þetta gerist ekki að sjálfu sér og við höfum séð það. Það langt síðan þá komið inn einhver staðar inn í löggjöf varðandi jafnrétti í skólum, aðalnámsgrein sem að nefnir kynhneigð og hinsegin-fræði. Þetta gerist ekki að sjálfu sér. Þú veist, það þarf að ýta þessu áfram. Þarf fólk alls staðar, stjórnendur, þarf líka foreldra til þess að pressa á og ég meina skóli sem ekki með regnbogavottun og fara og krefjast þess að hann sækjum. Þú veist, og svo þurfa margir að búa til námsefnið, skrifa þetta, breyta, þú veist, og deila góðum dæmum og með fánana og eiga inni fyrir því. Það svo mikill og stór punktur að við ekki bara, regnbogafann í gluggan, við erum komið með þetta, þú veist, þú þarft að geta svara fyrir, það þarf að vera innistæði fyrir þessu. Það nefnilega akkurat, ég held að, þetta eru mjög góð lokaorð, það þarf að vera innistæði fyrir þessu og við hljótum að fagna því að akkurat að þessi starf sem komin í gang hjá borginu og eins og ég segi, hvetjum alla til þess að sækja regnbogavottun og þá kemur það ábyrgð okkar hinna sem að störfum í skólanum að gæta þess að fánarnir, hvort sem það regnbogafáni, transfáni, réttindafáni, hvaða fána sem við erum komið með upp á vegg hjá okkur, að hann breytist ekki í skilti sem að hefur gleymst og bara kennaratyggju og lekur og við munum ekki af hverju við hengdum þetta upp. Þannig að ég held að við ljúkum þessu hér og þakkum ykkur sem að komuð bæði í raunheimum og netheimum og ég, mín tilfinning eftir þetta spjall einhvern veginn að það sé svo björt framtíðin og ég vona að þið farið líka með sömu tilfinningu. Takk ykkur kærlega fyrir. Takk fyrir að bjóða okkur. Takk.